Í augnlækningum einnig lagt kapp á að draga úr notkun sprautunóla, sökum áhættu og óþæginda. Einar Stefánsson, prófessor í augnlækningum og Þorsteinn Loftsson, prófessor í lyfjafræði, meðhöndla sjúkdóma með augndropum í stað sprautu. Aðferð þeirra hefur vakið heimsathygli en þeir uppgötvuðu örsmáar agnir sem búa yfir mögnuðum eiginleikum. Þær eru gríðarlega öflugar við að koma lyfjum yfir slímhúðir og þar á meðal inn í augað. Rannsóknir Einars og Þorsteins snúast að nota nanóefnin sem eru 1000-falt minni en breidd á einu hári til að flytja eða ferja sjálft lyfið á áfangastað. Slíkt afar flókið ferli. Þetta er eiginlega margþætt sem við notum þetta til að búa til fyrst fléttundamynda nanóagnir, mikroagnir, síðan notum við fjölliður til þess að auka stöðuleika nanóagnarna. Og allir þessi blanda síðan myndar þetta lyfjaform eða ferjur sem koma þessi inn í augað. Með því að nota þessa lyfjaferju og setja lyf í augndropa með lyfjaferjunni í, að þá gátum við meðhöndlað sjúkdóma sem að við erum annars að meðhöndla með því að sprauta lyfjum inn í augað. Það sem gerist líka er að það fer minna út í blóðrásina. Og það dregur úr aukaverkunni. Einar og Þorsteinn hafa fengið einkaleyfi fyrir aðferð sinni, enda hafa augndroparnir brotið lögmál sem áður voru talin gilda lyfjagjöf í auga. Vandinn við augnlyfjagjöf er að sjónhimnan er aftast í auganu og augað er tomma á lengd, þannig að þetta er heil tomma sem að lyfin þurfa að komast og það hefur verið kennisetning í augnlyfjafræði að augndropar dugi ekki til að koma lyfjum aftast í augað og þess vegna þurfum við að nota sprautunál og sprauta þeim inn í augað eins og er staða mála í dag. Við höfum faktist brotið þessa kennisetningu og sýnt fram á það að með þessum nýju lyfjaferjum okkar að þá megi koma að minnsta kosti sumum lyfjum aftur í sjónhimnuna frá úr augndropa einum saman og það opnar á þennan möguleika að minnsta kosti að einhverju marki að augndropar geti komið í staðinn fyrir að sprauta lyfinu inn í augað.